dag ætla ég aðeins að fara yfir glærurnar fordóma. Í fyrsta lagi, hvað þýðir orðið? Orðið fordómar, í því felst ákveðin afstaða til fólks eða málefna. Fordómar yfirleitt sprottnir af hatri og vanþekkingu og oft þetta misskilningur eða stafar af neikvæðri umræðu. Í orðabókinni segir að þetta séu sleggjudómar. Þetta eitthvað sem er skellt fram og það engin hugsun á bakvið. Eru tilfinningar á bakvið fordómum? Það nokkuð augljóst og allar kannanir sýna að þetta eru reiði og vanmáttur og þetta hræðsla. Þetta hræðsla við eitthvað sem fólk þekkir ekki og ræður ekki við. Það eru 2 orð sem við þurfum að kunna. Við þurfum að kunna orðið hefting og misbeint ígi. Misbeint ígi, enska þýðing á enskunni displaced aggression. Það eiginlega skiljanlegra þannig heldur en á íslenskunni. Þetta misbeint ígi ótrúlega óskiljanlegt orð. En þetta þýðir í rauninni bara að reiðinni beint á rangan stað. Misbeint ígi. Ígi þá reiði í þessu tilfelli eða aggression. Hefting þegar einstaklingur hindraður í að ná settu marki og við það geta myndast fordómar. Þessi hefting felst, af því nú erum við bara að hlusta á, við erum bara að spá í þessu félagslega. Heftingin getur myndast að einstaklingum eru settar hömlur af samferðamönnum af einhverjum ástæðum. Þetta getur verið eitthvað í takmörkun einstaklingsins sjálfs, eitthvað sem einstaklingur ætlar sér að ná að það heft, það stoppað. Þetta getur verið hvað sem þetta getur verið skóli, þetta getur verið vinna, þetta getur verið kærast, þetta getur verið hvað sem það eitthvað sem stoppar einstaklingin af því að ná því sem hann ætlaði sér. Og með því að fá ekki fullnægt hvötum sínum verður einstaklingur reiður og áttar sig jafnvel ekki sjálfur á þeirri tilfinningu. Til þess að fá útrás fyrir reiðina henni beint að mönnum eða málefnum sem eru jafnvel heftuninni alls óskild. Og þetta það sem við köllum misbeint ígi. Og fordómar sem stundum brjótast út gegn minnihlutahópum eru oft litaðar að misbeintir ígi og þá eru verið að nota minnihlutahópana sem blóraböggla. Í rannsóknum á fordómum algengast að skilgreina þá sem neikvæða eða jákvæða afstöðu til manna eða málefna, afstöðu sem eiga rætur sínar í alhæfingu einkenni þeirra sem tilheyra tilteknum hópi. Allir sem eru svona, eru svona. Allir sem eru hinsegin eru svona. Við alhæfum yfir heilan hóp á fólki sem á eitthvað sameiginlegt, jafnvel bara eitthvað lítið. Fordómar eru hugsun sem að svipuðu tagi og koma frá sama stað og staðalmyndirnar, stereotypes og viðhorfin, attitudes. Þar sem við skilgreinum staðalmyndin muni að þar við með ákveðna hugmynd að mannesku, allir kennarar eru svona. Og það það sama með fordóma að þeir koma sama meiði. Fordómar eru sívirkir. Fordómar eru sívirkir vegna þess að þeir eru hluti af venjubundinni hugsun. Þetta svolítið sláandi setning vegna þess að hún felur í sér að þetta á við alla. Líka fólk sem segist ekki vera fordómafullt og mjög meðvitað allt það sem það að gera, að það eru bara ákveðnir hlutir sem fólk ræður ekki við. Því það allt fullt að gerast í heilanum sem við ráðum ekki við. Á hverju augnabliki þá eru í umhverfinu ýmislegt sem hægt væri að beina athyglina að og það sem kalla má einu orði áreiti. Og þar sem þau eru svo mörg að þá veljum við eitthvað úr. Við getum ekki tekið eftir öllu. Og áður en tiltekið áreitin meðvitund þá það flokkað, því gefur merking, það lagt á það mat. Og það staðalmyndir, fordómar, viðhorf, það skemun okkar og allt þetta sem við erum búin að vera að tala Þetta mat ekki háð vilja, þetta algjörlega ómeðvitað og sjálfvirkt og þið verðum að muna það. Þetta sjálfvirkar hugsanir sem við ráðum ekki alltaf við. Við getum hins vegar verið meðvituð þessa hluti og það sem við erum að reyna að skoða í þessum áfanga. Að gera okkur svona svolítið meðvitaðri. Sjálfvirk áhrif fordóma. Það var rannsókn þar sem fólk, nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar, þar sem fólk sem ekki segist ekki hafa fordóma. Það sett í þar aðstæður að þau ná ekki að hugsa, heldur verður að bregðast við. Það bara til dæmis, já og nei, svara þessu. 1, 2, 1, 2, 1, 2 og þú fær ekki að hugsa. Og þá allt einu kemur í ljós
miklu meiri fordómar heldur en fólk hefði geta ímyndað sér. Það eru ýmsir hópar sem eru útsettari fyrir fordómum en aðrir og það fólk sem með vissa sjúkdóma. Það eru vissi sjúkdómar sem að þykja svona, fólk hefur meiri fordóma gegn þeim. Það til dæmis geðveiki af ýmsum toga. Það flogaveiki, það spilafíkn og áfengissýki. Það ýmsir fíknisjúkdómar. Það fólk af erlendum uppruna. Það flóttafólk frá ákveðnum svæðum. Það öryrkjar og þetta bara smá dæmi. Það náttúrulega miklu fleiri hópar. En þetta eru hópar sem eru útsettir og hafa verið útsettir fyrir alls konar fordómum. Hvernig getum við komið í veg fyrir fordóma? Það náttúrulega í fyrsta lagi með þekkingu og fræðslu. Því meiri fræðsla og meiri þekkingu sem við höfum á ákveðnum málefnum, að því minni líkur á fordómum. Það að fólk gerir sér grein fyrir hvað orðið merkir og hvaðan fordómarnir koma. Sérst, hvaðan úr heila búin okkar fordómarnir spretta. Og það umbyrðalandi, að temja sér umbyrðalandi gagnvart náunganum. Eru fordómar á Íslandi? Þetta spurning sem maður spyr oft og maður heyrir oft. Og þar, ef við horfum á þetta með fordómana, þá erum við að spá í hlutum eins og til dæmis hvaða ábyrgð hafa fjölmiðlar í að viðhalda eða koma upp fordómum. Til dæmis fréttaflutningur á líkamsárásum, það sem alltaf tekið fram ef að ræða fólk af erlendum uppruna sem hefur átt þátt í árásinni. Við tölum rasisma og hversdagsrasisma. Hversdagsrasismin að þá fólk látið afskiptalaust og einangrað. Þetta allt saman sem liggur ekki á yfirborðinu. Fólk látið afskiptalaust og einangrað, það einangrað, það talað niður til þess. Það tortrygt, því sýndu hroki og yfirleiti, það fær verið þjónustu, það uppnefnt og niðurlagt, því sýndu ókurteisi, óþolumæði og pirringur, svo eitthvað sem nefnt. Ofta því fólk kannski ekki með tungumáli alveg á valdi sínu og talar hægar og þá kemur upp pirringur, ókurteisi og alls konar hlutir og fær uppgótur og alls konar hluti. Meðan við trúum því að rasismi birtist aðeins opið og ofbeldisfullt eða með samtökum nýnasista og eitthvað svona þannig apparata, að þá getum við afneita tilvist hans í samfélaginu og þar með viðhaldið honum. Og með því að afneita tilvist hans, þá viðhöldum við honum og leifum honum að þróast yfir í ofbeldisfullt form. Af því að þegar fólk hefur orðið mjög lengi fyrir, við fara aftur tilbaka í glæruna sem var hérna á undan, þessi duldi eða hversdagsrasismi, þegar þú hefur orðið fyrir því mjög lengi, þá endar með því að fólk fyllist reiði. Og það getur þróast út í eitthvað annað. Þess vegna mikilvægt að við viðurkennum hinn duldu form rasismans og byrjum að vinna gegn þeim, en bíðum ekki eftir þessu neikvæðu viðhorfi hugum fólks ná að þróast yfir í opinn og ofbeldisfullan rasisma.